Ágætu áhorfendur, næst komið að Vilhjálmi Árnasyni prófessor að gera grein fyrir niðurstöðum starfshóps siðferði og starfshætti. Skýrsla vinnuhópsins ber heitið Siðferði og starfshættir í tengslum við fall íslensku bankanna 2008. Í fyrstu grein laga rannsóknarnefnd Alþingis eftirfarandi ákvæði vinnuhópinn. Í tengslum við athugun á fyrrgreindum atriðum sem viðfangsefni rannsóknarnefndarinnar skal enn fremur fara fram rannsókn þar sem lagt verði mat á hvort skýringar á falli íslensku bankanna og tengdum efnahagsáföllum megi að einhverju leyti finna í starfsháttum og siðferði. Í skipunarbréfi til vinnuhópsins frá forseta Alþingis dagsettu 14. janúar 2009 segir: Athugunin á ekki að einskorast við starfshætti og siðferði á fjármálamarkaði, heldur kunna önnur svið samfélagsins einnig að koma til skoðunar. Þessi skilningur á verkefni vinnuhópsins kom líka afdráttarlaust fram í umræðum á Alþingi frumvarpið og var staðfestur á fundum formanns vinnuhópsins með forsætisnefnd Alþingis. Í samræmi við þetta ákvað vinnuhópurinn að afmarka viðfangsefni sitt með eftirfarandi hætti. Skýrslan skiptist í 3 meginhluta. Fyrsti hlutinn ber heitið Siðferði fjármálalífsins og starfshættir banka. Í öðrum hluta fjallað stjórnsiði eða starfshætti í stjórnsýslu og stjórnmálum. Eins og ráða má af undanfarandi umfjöllun hjá þeim Páli og Sigríði kallast þessi 2 fyrstu hlutar að verulegu leyti á við skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis, þótt efnistök séu nokkur ólík og annars konar mat lagt á atburði. Hér til dæmis líka rætt hlut forseta Íslands og einkenni íslenskrar stjórnmálamenningar. Þriðji hlutinn nefnist samfélagið og hann hefur þá sérstöðu að þar umfjöllunarefni sett í stærra samhengi íslensks samfélags. Þar til að mynda rætt ríkjandi samfélagssýn, pólitíska hugmyndafræði og gildismat, sem og hlut fjölmiðla og háskóla til að skapa forsendur upplýstrar umræðu í lýðræðissamfélagi. Auk þess fylgja 2 viðaukar skýrslu vinnuhópsins. Sá fyrri umfjöllun fjölmiðla á Íslandi banka og fjármálafyrirtæki árin 2006 til 2008 sem var unnin af rannsóknarsetri fjölmiðlun og boðskipti við Háskóla Íslands. Síðari viðaukinn ber heitið Afsprengi aðstæðna og fjötruð skynsemi, aðdragandi og orsakir efnahagshrunsins á Íslandi af sjónarhóli kenninga og rannsókna í félagslegri sálfræði. Höfundur hennar doktor Hulda Þórisdóttir. Hér á eftir mun Salvör Nordal gera örstutta grein fyrir niðurstöðum fyrsta hluta skýrslunnar starfshætti og siðferði bankamanna, en ég mun nú fara fáeinum orðum annan og þriðja hluta skýrslunnar, sem kallast að verulegu leyti á við það sem undan komið. Athugun vinnuhópsins á starfsháttum eftirlitsstofnana sýndi vel hve vanbúið íslenskt samfélag var að mæta þeim gríðarlegu umbreytingum sem urðu í fjármálakerfinu í kjölfar einkavæðingar bankanna. Eftirlitsstofnanirnar sýndu ekki nægilegt sjálfstæði gagnvart stóru íslensku viðskiptabönkunum 3. Vinnubrögðin, einkum hjá fjármálaeftirlitinu, einkenndust af trausti á bankamönnum sem ekki var innistæða fyrir, enda var það óraunhæft í þeirri lítt þroskuðu bankamenningu sem hér var. Kunningjatengsl í smáu samfélagi veiktu skilyrðin fyrir nauðsynlegu aðhaldi. Bankarnir voru ekki beittir þrýstingi til þess að draga saman seglin, svo sem vegna áhættusamra innlánsreikninga erlendis. Fulltrúar bæði fjármálaeftirlitsins og Seðlabankans gengu erinda bankana í vissum málum, svo sem Icesave, og stóðu sumpart gegn því að sú starfsemi væri takmörkuð af hálfu erlendra eftirlitsstofnana. Þröngrar lagahyggju gætti í málflutningi forsvarsmanna eftirlitsstofnana þar sem tilgangur laganna sniðgenginn og ekki var hugað að afleiðingum starfsháttana fyrir samfélagið í heild. Það verklag þjónaði sérhagsmunum fjármálafyrirtækja á kostnað almannahagsmuna. Greining vinnuhópsins á atburðum í aðdraganda bankarhrunsins, ekki síst þeim sem nefndir hafa verið í sambandi við samráðshópinn, og skýrslum embættismanna og stjórnmálamanna
fyrir rannsóknarnefnd Alþingis leiddi í ljós nokkra alvarlega vankanta á starfsháttum í íslenskri stjórnsýslu. Boðleiðir í stjórnkerfinu voru gallaðar og embættismenn sýna á köflum óeðlilegt sjálfstæði gagnvart ráðherrum. Vantraust var ríkjandi gagnvart viðskiptaráðherra sem var yfirmaður bankamála í landinu og var haldið utan við ýmsar mikilvæga fundi og ákvarðanir. Þegar helstu embættismenn og ráðherrar útskýra aðgerðaleysi sitt, leggja þeir áherslu á að frumkvæði til að afla upplýsinga eða fylgja þeim eftir hafa átt að vera á höndum annarra. Hver bendir þar á annan og enginn var reiðubúinn að axla siðferðilega ábyrgð þótt þeir hafi brugðist þeirri frumskyldu sinni að gæta almannahags. Og í andmælum hengja menn sig í lagakróka og nefna ekki þessa siðferðilegu og pólitísku ábyrgð. Atburðarásin sýnir afar slæm áhrif pólitískra ráðninga. Einkum ruglaði pólitísk fortíð seðlabankastjóra boðskiptin og gróf undan trausti og vægi þeirra varnaðarorða sem hann reyndi að hafa uppi. Mikill skortur var á að fagleg vinnubrögð væru viðhöfð í stjórnsýslunni í aðdraganda bankahrunsins. Mikilvægar ákvarðanir voru illa undirbúnar og misbrestur á að upplýsinga væri aflað. Gagnafærslu var mjög ábótavant og oft einkendust mikilvæg samskipti á óformlegum samtölum og fortölum. Þegar ábyrgð einstakra embættismanna og stjórnmálamanna er metin, verður að hafa það í huga að þeir unnu í skugga fjármálakerfis sem hafði verið leyft að vaxa langt umfram getu ríkisstofnana til þess að stjórna því. Óttinn við að valda fjármála áfalli olli pólitískri lömunarveiki í íslenska stjórnkerfinu. Þetta ástand má rekja til þess hver stjórnvöld stóðu illa að einkavæðingu bankana. Þau viku frá sínum eigin viðmiðum eignarhald og gáfu lítt reyndum bankamönnum mjög stóran eignarhlut og jafnframt lausan tauminn. Í nýlegum stjórnarsáttmálum var jafnan lögð áhersla á að halda bankastarfsemi hérlendis og að hún skyldi ekki lúta íþyngjandi eftirliti. Aftur á móti vantaði heildarstefnumótun fjármálakerfið sem tæki mið af því hversu stóra banka íslenska hagkerfið myndi þola og hvernig hægt var að gæta almannahagsmuna. Í þessu samhengi skiptir máli að eftir að þjóðhagsstofnun var lögð niður var engin sjálfstæð fagleg stofnun á sviði efnahagsmála, enda getur slík stofnun takmarkað vald einstakra stjórnmálamanna. Könnun vinnuhópsins á fjölmiðlaefni í aðdraganda bankahrunsins sýndi að margir stjórnmálamenn brugðust illa við erlendri gagnrýni. Í stað þess að meta hana á gagnrýninn hátt var hún rakin til óvildar, öfundar eða vanþekkingar. Vandi bankana var greindur sem ímyndarvandi og á honum var reynt að vinna með samstilltu átaki bankamanna og stjórnmálamanna. Með því að sýna ítrekað ógagnrýna samstöðu með bankamönnum færðu stjórnmálamenn ábyrgðina á þeim æ meira yfir á ríkið og þar með yfir á almenning. Gögn frá viðskiptabönkunum 3 leiða í ljós að flestir stjórnmálamenn og stjórnmálasamtök þágu styrki frá bönkunum. Leiða má líkur að því að slíkir styrkir hafi dregið úr hvata stjórnmálamanna til þess að gagnrýna framgöngu bankamanna. Ljóst er að Alþingi rækti illa bæði eftirlitshlutverk sitt og umræðuhlutverk og sýndi andvaraleysi gagnvart því að auður og völd söfnuðust á fárra manna hendur. Orðræðan í samfélaginu mannkosti áhættusækina íslenskra fjármálamanna og velgengni íslensks viðskiptalífs bjó í haginn fyrir atburðarásina í aðdraganda bankahrunsins. Í skýrslu Viðskiptaráðs Íslands Ísland 2015 sem samin var að framámönnum í íslensku viðskipta- og menningarlífi má sjá athyglisverð dæmi þessa dramsemi. Ísland átti að verða samkeppnishæfasta land í heimi og frjálsasta þjóð heims. Og leiðin að því marki var ekki síst að vega að stofnunum ríkisins enda var ríkið skipulega vanrækt. Frelsi var öðru fremur skilið sem afskiptaleysi hins opinbera en líkt var hugað að forsendum þess að farið væri með frelsið að samfélagslegri ábyrgð. Samfélagslega ábyrgð birtist fremur í því að styrkja ímynd bankana með ýmiss konar styrkjum til menningarlífs og gustuga verka.
Gagnrýni á bankamenn einkenndist af þröngri einstaklingshyggju. Menn áttu að haga sér betur, en stjórntækjum var ekki beitt, enda samrýmdist það ekki ríkjandi hugmyndafræði, oftrúni á eftirlitsleysið eins og einn ágætur bankamaður hefur orðað það, sem var hryggjarstykkið í samfélagssýn ráðandi afla í aðdraganda bankahrunsins. Upplýst umræða sem nauðsynlega lýðræði samfélagi átti erfitt uppdráttar. Spuni frá upplýsingafulltrúum bankana átti hins vegar greiða leið inn í opinbera umræðu og eftir á að hyggja líkt og við höfum lifað í sýndarveruleika. Ímynd var mikilvægari en veruleiki. Greining fjölmiðlahópsins sýnir fram á að fjölmiðlar römmuðu inn umræðum viðskiptalíf mun meira á forsendum fjármálafyrirtækjanna en almennings. Mest var byggt á fréttum frá bönkum og lítið var sjálfstæða greiningu fjölmiðlamanna. Háskólamenn hefðu getað lagt meira af mörkum til samfélagsumræðu á grundvelli sérþekkingar sinnar. Stóraukið samspil háskóla og fjölmiðla annars vegar og viðskiptalífs hins vegar skóp skilyrði fyrir hagsmunaárekstra og sjálfsritskoðun. Þessi atriði þarf að kanna mun betur í framhaldinu en ráðrúm var til hér. Af þessu má sjá að torvelt var fyrir almenning að mynda sér upplýstar skoðanir sem forsenda þess að þeir geti axlað ábyrgð sína sem borgarar í lýðræðisríki. Hegðun fólks má líka skýra sálrænt eins og Hulda Þórisdóttir gerir út frá því markmiði að trúa því að íslenskt efnahagslíf stæði vel, enda virtist almenningur njóta góðs af stöðunni. Fyrir vikið var þjóðin að miklu leyti blind á þau hættumerki sem gagnrýnendur bentu á og hugmyndir afburðahæfileika íslenskra fjármálamanna sem meðal annars var haldið á lofti af forseta Íslands féllu í góðan jarðveg. Skortur á hófsemi og ráðdeild í íslensku samfélagi ásamt með ógagnrýninni sjálfsánægju meðal þjóðarinnar bjuggu á sinn hátt í haginn fyrir þá atburðarás sem hér varð í bankahruninu. Af þessari stuttu samantekt má sjá að vandinn víðtækur og kerfislægur. Þótt margir einstaklingar hafi gerst sekir ámælisverða hegðun og á því þurfið að taka með viðeigandi hætti, það mat vinnuhópsins siðferði að til lengri tíma litið sé brýnast að treysta lýðræði samfélagsins og efla fagmennsku, samfélagsábyrgð og siðferðisvitund. Í lok hvers kafla skýrslunnar setur vinnuhópurinn fram lærdóma sem draga megi af atburðunum og geta verið okkur til viðmiðunar í endurreisnarstarfinu og það sannarlega verkefni sem þjóðin öll ber ábyrgð á.